Komið sæl og velkomin á 249. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar og hann haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Fyrst lagt til að bæta við eftirfarandi dagskrárliðum, máli númer 24.07.003, fjárhagsáætlun 2024, viðauki 4, verði liður númer 1 á dagskrá og mál númer 24.01.010, fundur heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2024 verði liður númer 13 á dagskrá og aðrir liðir færist til samkvæmt því. Hver sem vill ræða þessa tillögu? Þeir sem samþykkir gefi merki. Og hún samþykkt. Þá byrjum við á dagskrárlið númer 1 sem þá liður 24.07.003, fjárhagsáætlun 2024, viðauki 4. Ég ætla að gefa Bjarka orðið, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilreynendur. Á fundi byggðarráðs númer 327 þá var samþykktur viðauki eða tillaga viðauka 4 sem var lögð fram og hefur verið birt með fylgigögnum þess fundar á heimasíðu Dalabyggðar. En þær breytingar sem að þessi viðauki 4 inniheldur í stórum eða grófum dráttum þeir að samtalsbreyting á A-hluta hjá okkur A-sjóði til hækkunar útgjalda upp á rúmar 3.046.000. B-sjóðurinn þar lækka útgjöldum 250.000 krónur. Þannig að það samtalsbreyting á A- og B-hluta upp á 2,8 milljónir tæpar til lækkunar á handbæru fé og síðan eru breytingar á ýmsum liðum þannig að afkoma A- og B-hluta hljóðar upp á núna, útkomuspáin hljóðar upp á afkomu upp á jákvæða útkomu upp á 40 milljónir rúmar en upphaflega áætlunin sem við lögðum að stað með í upphafi árs hljóðar upp á afkomu jákvæða upp á 88 milljónir en þeir 4 viðaukar sem við hefum nú tekið til afgreiðslu hafa leitt til þess og þær breytingar á rekstri og öðrum þáttum hafa leitt til þess að horfurnar eru þær að afkoma Dalabyggðar á árinu 2024 verði jákvæð upp á rúmar 40 milljónir. Legg þetta hér fram til umræðu og svara spurningum ef einhverjir eru varðandi þá liði sem ræðir. Takk. Einhver sem vill ræða viðauka 4? Svo virðist ekki vera, þannig að ég legg hann til samþykktar fundinn. Þeir sem eru samþykkir gefi merki. Hann samþykktur samhljóða. Þá það dagskrárliður númer 2, 24.09.009, forvarnarhópi Dalabyggðar, erindisbréf. Á 71. fundi félagsmálanefndar var rætt stöðu forvarnarmála og kynnt drög að erindisbréfi forvarnarhóps í Dalabyggð, sem unnið að stofnun á og bókaði félagsmálanefnd eftirfarandi. Félagsmálanefnd samþykkir tillögu að erindisbréfi með áorðnum breytingum og vísar til staðfestingar í sveitarstjórn. Lagt fram til umræðu og afgreiðslu í sveitarstjórn erindisbréf forvarnarhóps í Dalabyggð. Hver sem vill ræða erindisbréfið? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, það fagnaðarefni að félagsmálanefndin hafi tekið þetta mikilvæga málefni til umræðu og hér liggi fyrir tillaga að erindisbréfi fyrir forvarnarhóp Dalabyggðar. Við höfum átt í góðu samtali við lögreglustjóraembættið á Vesturlandi þetta verkefni og þar komin sérstakur aðili tengiliður við sveitarfélögin á Vesturlandi til að halda utan þessi mál í samstarfi við þá hlutaðeigandi sveitarfélög. Og við erum í rauninni að byggja okkar erindisbréf á í rauninni því skapaláni sem við höfum fengið þaðan og þau sveitarfélög sem hafa nú þegar skipað forvarnarhóp hafa unnið einnig samkvæmt því en það ekki öll sveitarfélög á Vesturlandi komið með forvarnarhóp en það stefnir í það og það vel. En til á okkar að skipan forvarnarhópsins á þess að ég sé að fara endilega yfir erindisbréfið frá orði til orðs, það fylgir með fundargögnum og fundargerðinni hér eftir fund, að þá tillagan okkar sú að með fulltrúa Dalabyggðar
fulltrúum Dalabyggðar verði fulltrúi lögreglunnar á Vesturlandi, fulltrúi heilbrigðisstofnunar Vesturlands og síðan fulltrúar frá félagsþjónustu Dalabyggðar, fulltrúi Auðarskóla, fulltrúi íþróttastarfs í Dalabyggð, það er að segja þá úr grasrótinni og fulltrúi tómstundastarfs í Dalabyggð og það er þá sömuleiðis úr grasrótinni, það er að segja fulltrúar frá skátunum með einhverjum slíkum félagasamtökum. Þannig að við erum að reyna að virkja þá sem að þessu ungmennastarfi koma með einum eða öðrum hætti. Þannig hljóðar það og eins og ég segi, þetta erindisbréf fylgir með fundargögnum en ég svara að sjálfsögðu spurningum og eða vangaveltum fundarmanna ef einhverjar eru. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Einhver sem vilja ræða erindisbréfið? Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn, ég vil bara fagna því að við séum að taka þetta mál hér til afgreiðslu í dag. Því að ég held að forvarnir og auknar forvarnir og umræðum forvarnir sé kannski lykillinn að því að bæta hluti og vonandi fækka fréttum eins og hafa verið í okkar samfélagi undanfarna vikur sem hafa slegið samfélagi svolítið út af laginu þar sem að líf ungs fólks eru tekin og ég vona að þetta starf verði bara til þess að samfélagi verði betra og allir taki þátt í því að við gefum okkur meiri tíma með börnunum. Ég held að það sé kannski lykillinn að því að samfélagi þróist og haldi áfram. Mér finnst af þeirra fjölmiðlaumfjöllum sem hefur verið að einhvers staðar höfum við byggt að braut og við bara gefum okkur ekki tíma til að sinna börnunum okkar og þar að leiðandi brestur eitthvað þá í samfélaginu hjá þeirri kynslóð sem á að taka við af þessum eldri eru eftir komandi árum. En ég fagna skipun forvarnarhóps. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég vil bara sjálf taka undir að það sé mikil fagnaðarefni að þessi hópur er að taka til starfa í Dalabyggð, sérstaklega í ljósi atvika sem hafa ást til staða á landinu núna undanfarið og einmitt vekur okkur til umhugsunar. Þannig að við viljum öll gera betur. Heyrðu, þá legg ég til erindisbréfið til samþykktar. Þeir sem samþykkir erindisbréfinu gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 3, 24.09.08, reglur félagslega heimaþjónustu. Á 71. fundi félagsmálanefndar samþykkti félagsmálanefnd fyrir sitt leyti uppfærðar reglur félagslega heimaþjónustu og vísaði til staðfestingar sveitarstjórnar Dalabyggðar. Lagðar fram til umræðu og afgreiðslu í sveitarstjórn reglur félagslega heimaþjónustu í Dalabyggð. Einhver sem vill ræða þessar reglur? Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn og áheyrendur og þess að ég ætla að fara að lesa reglurnar í lið fyrir lið. Það er kannski bara að rekja helstu breytingar frá þarna sem voru gerðar núna. En þessar reglur voru síðast uppfærðar árið 2017 og reglurnar eru uppfærðar með þær breytingar sem hafa bara orðið á lögum og reglugerðum frá þeim tíma. Þar er helst að lögum málefni fatlaðs fólks númer 59/92 var skipt út fyrir lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og kjölur stéttarfélag er sett inn í staðinn fyrir starfsmannafélag Dala og Snæfellsnes í 8. grein. Í 2. grein var B-liður aðstoð við persónulega umhirðu tekin út og ákveða að taka út tímamörk þjónustusamninga þar sem þjónusta er aðlöguð að aðstæðum hverju sinni. Ásamt auk þess var orðalagi breytt á nokkrum stöðum og samþætt og upplýsingum bætt við í lokin í skilgreiningum þjónustuþátta. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Hver fleiri sem vilja taka til máls varðandi reglurnar? Þeir sem eru samþykkir reglunum gefið merki og þær eru samþykktar samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 4, 24.09.07, reglur fjárhagsaðstoð Dalabyggðar. Á 71. fundi félagsmálanefndar samþykkti félagsmálanefnd fyrir sitt leyti uppfærðar reglur fjárhagsaðstoð og vísaði til staðfestingar sveitarstjórnar Dalabyggðar.
lagðar fram til umræðu og afgreiðslu í sveitarstjórn reglur fjárhagsaðstoð í Dalabyggð. Hver sem vill ræða þessar reglur? Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti, aðrir sveitarstjórnarmenn og áheyrendur í beinni útsetningu. Hér að ræða upphærslu bara á reglum sem síðast voru uppfærðar árið 2010 og það hefur náttúrulega ýmislegt breyst á síðustu 14 árum. En þar er helst að segja að 15. og 19. grein að umboðsmaður skuldara kemur inn í staðinn fyrir ráðgjafarstofu fjármál heimilanna. Í 13. grein sem fjallar mat og tekjum bænda var orðalagi breytt þannig að það verður óskað eftir rekstraráætlun næstu 3 ára sem er unnin af fagaðila með fagþekkingu. Eins var ákveðið að fella 19. grein eldri reglna niður aðstoð við húsaleigu þar sem hún á bara ekki lengur við og reglurnar innihalda því núna 26 greinar í stað 27 og svo svona til kannski einföldunar þannig að maður þurfi ekki alltaf að vera að fletta reglunum fram og tilbaka. Þá er grunnfjárhæðin, hún er stjörnumert með skýringum neðst á hverju blaðsíðu. Þannig að það er alltaf verið að vitna í þetta en þetta sést núna þá neðst á hverju blaðsíðu. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þessar reglur? Svo virðist ekki vera þannig að ég legg þetta til samþykkar. Þeir sem eru samþykki reglunum gefi merki og þær eru samþykktar samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 5, 24.05.003, aðkomutákn við Búðardal. Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar var fjallað staðsetningu á aðkomutákninu okkar hér við Búðardal sem var tilkynnt á hátíðarhöldinu eða við hátíðarhöldin 17. júní síðastliðinn. Það er búið að gera samning við höfund verksins og unnið að vinnslu verksins og uppsetningu þess undirbúningi. En þetta þarf að staðsetja verkið á góðum stað og hafa allar samþykktir löglegar á bakvið og við höfum verið í samskiptum við Vegagerðina sem auðvitað tók þátt í vali á verkinu með okkur. Fulltrúi Vegagerðarinnar var með okkur í þeim starfshópi. En á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsnefndar samþykkti nefndin að verkið muni standa sunnan við þorpið til hliðar við afleggjara upp að Hesthúsahverfi og það er í landi Dalabyggðar. Þannig að til að hafa belti og axlabönd þá viljum við líka að sveitarstjórn afgreiði þetta formlega og vonandi samþykki og staðfesti. Þannig að við getum haldið áfram á þeirri braut sem við höfum verið á undanfarnar vikur. Þannig að og vonir standa til ef allt gengur eins og það á að ganga og að sveitarstjórn samþykki að verki verði komið upp fyrir veturinn. Þannig lítur tímalínan út en við vonum það besta á krossum fingur. En þetta er tillagan og gott ef að sveitarstjórn verði tilbúin til að staðfesta þessa afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar. Takk fyrir þetta, Bjarki. Eru einhver sem vilja taka til máls varðandi þennan lið? Þá legg ég bókun umhverfis- og skipulagsnefndar fyrir fundinn. Þeir sem eru samþykki bókuninni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundagerðir til kynningar. Dagskrárliður númer 6, 24.06.008F, byggðar á Dalabyggðar númer 327. Hvað sem vil taka til máls? Þá er það dagskrárliður númer 7, 24.06.004F, fræðslunefnd Dalabyggðar númer 133. Hvað sem vil taka til máls varðandi þann lið? Ekki sérstætt þar frá mér heldur. Þá er það dagskrárliður númer 8, 24.08.002F, umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, fundur 149. Hvað sem vil taka til máls þar? Þá er það dagskrárliður númer 9, félagsmálanefnd Dalabyggðar, fundur númer 71. Hvað sem vil taka til máls varðandi þann? Við erum búin að afgreiða þó nokkur mál frá því. Svo veist ekki vera. Þá er það dagskrárliður númer 10, 24.01.003, fundagerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga 2024. Hvað sem vil taka til máls? Svo veist ekki vera. Dagskrárliður númer 11, 24.01.002,
Fundargerðir Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi 2024. Hversu vill taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá það dagskrárliður númer 12, 24.03.034, aðalfundur Veiðifélags Laxdæla 2024. Hversu vill taka til máls þar? Svo virðist ekki vera. Dagskrárliður númer 13, 24.01.010, fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2024. Hversu vill taka til máls þar? Nei. Svo það mál til kynninga. Dagskrárliður númer 14, 24.08.007, framtíð verndarsvæðis Breiðafjarðar. Hversu vill taka til máls varðandi þeim lið? Svo virðist ekki vera. Og þá það dagskrárliður númer 15, skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Berki. Oddviti ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Það eitt og annað drifið á dagana hér síðan á síðasta fundi sveitarstjórnar, þannig ég ætla svona að fara á hundaveiði gegnum skýrslu mína sem síðan mun fylgja með fundagerðinni. Fyrst að tilteka að íbúafjöldin núna 2. september síðastliðinn, hann var í 665, þannig að við erum að rokka þetta fram og tilbaka, en við erum allavega með fjölgun þá, það sem að vera ári og vonandi heldur sú þróun áfram. Og síðan það deiliskipulagsvinna hér í Búðardal sem í fullum gangi og sú vinna tvískipt, þar að segja við erum að vinna með verkfræðistofunni Eflu varðandi svæðið sem við köllum Hvammasvæðið, þar að segja Efstahvamm og Bakkahvamm og þar í kring. Þannig að vonandi verðum við komið með þau gögn í hendur að í rauninni umhverfis- og skipulagsnefnd geti afgreitt þá tillögu á næsta fundi sínum. Og þar erum við að horfa á alltaf íbúðir fyrir alltaf 30 íbúðir á því svæði og þar erum við að horfa til í rauninni bæði einbýlishús, parhús, raðhús og líka smáhýsi eins og lögð var áhersla á fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar að geta boðið upp á, þannig að lóðarstærð og húsastærð á lóðum og á svæðinu eða götunni Efstahvammi er horft til þess möguleika meðal annars. Og síðan það deiliskipulagið hér fyrir Búðardal að öðru leyti, fyrir neðan þjóðveg, fyrir neðan Vesturbrautina, þannig að og þar Arkís að vinna með okkur og það ekki nálægt í eins margar íbúðir á því svæði sem undir, en engu að síður mjög mikilvægt verkefni að klára að deiliskipuleggja íbúðarhúsalóðir hér í Búðardal. Og síðan var bara ánægjulegt að segja frá því í tengslum við umfjöllun skort á íbúðum að því Búðardal eru uppseldur eins og við höfum séð og heyrt og vitum, bæði hvað var að leiguhúsnæði og íbúðarhúsnæði, að þá hefur leigufélagið Bríet lagt inn umsóknum lóð undir parhús sem að vonandi verður farið af stað með í haust og svo húsagerð sem þar að ræða hún fljótsprottin, ef svo má segja, það einingar þegar jarðvegsvinnu og sökkul, lokið vinnu við sökkul, að þá getur húsið risið hratt og örugglega. Þannig að það ánægjulegt að segja frá því. Nú fyrir stuttu auglýstum við laust starf lýðheilsufulltrúa hér í Dölum, nýtt starf, spennandi starf að mínu mati og verður til lyftistöng hvað varðar umsjón og utanumhald með þeim málaflokki sem ræðir og umsóknarfresturinn til 23. september næstkomandi og verður spennandi að sjá hvað við fáum upp úr kassanum, ef svo má segja, þegar sá dagur liðinn og síðan þurfum við að skoða þá í framhaldinu hvernig við klárum þau mál öll. En ég hvet ykkur ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir tilheyrendur til að láta orði berast þetta spennandi starf og mikilvæga starf sem að við höfum sett á laggirnar hér í Dalabyggð. Nú talandi lýðheilsu og allt það, að þá flegiferð hér uppgröftur úr grunni að íþróttamannvirkjunum okkar og það gengur ágætlega og í kjölfæri verður farið að setja fyllingu í grunninn og stefnt að því að steypuvinnu ljúki í nóvember og vonandi að veturinn láta ekkert á sig kræla fyrir en bara í desember fyrsta lagi. Þannig að við krossum fingur, en ég er full að trúa að þetta gangi hratt og örugglega og vel fyrir sig
Auðvitað eru fylgifiskar sem fylgja svona framkvæmd, rask og ónæði, bæði fyrir nemendur í skóla, nemendur í leik- og grunnskóla, starfsfólk í leik- og grunnskóla og aðra sem að hér starfa í nágrenninu. Og einn fylgifiskurinn sem við sjáum núna bara horfandi hér út gluggann og við sem höfum ekið og labbað göturnar er að það veðst upp drulla en við létum sópa götur í gær og við munum fylgja því eftir að halda því áfram en ég vona að við hér í Dölum umberum þetta rask. Það fylgir því að fara í stóra framkvæmdir að það verður rask og sóðaskapur á vissan hátt en við þurfum að búa við það og ég er handviss um það að við sættum okkur við það. Nú svo er Íþróttavika Evrópu að fara af stað núna 23. eða stendur 23. til 30. september og ÖTN stendur fyrir myndarlegri dagskrá þá viku og ber að þakka þeim. Þannig að það er ánægjulegt að ÖTN hafi sýnt það frumkvæði að taka þátt í þessu verkefni. Nú, svo vil ég einnig segja frá því að undirbúningi er að fjölga hleðslustöðum hér við stjórnsýsluhúsið. Við erum í samstarfi við Orkusöluna það. Orkusölun í rauninni tekur yfir þá hleðslustöð sem að Dalabyggð hefur haft á sínum vegum og í rauninni gefið rafmagnið úr henni. Þannig að Orkusalan setur hér upp 2 stöðvar, aðra hæghleðslu og hina hraðhleðslu og í rauninni selur orkuna, kaupir orku af Dalabyggð í hæghleðsluna og þá er notuð sömu tenging og hefur verið í stöðuna sem hefur verið en tekur síðan beint frá RARIK í hinnar stöðuna. Þannig að þetta verður núna á næstu vikum og svo eru náttúrulega fyrirliggjandi að Ólís er að fara í sína framkvæmdir hér í Búðardal núna þegar líður á haustið og mögulega fleiri aðilar að koma hér inn á svæðið með hraðhleðslustöðvar því þetta er gríðarlega mikilvægur innviður. Nú samtal uppsetningu og deiliskipulag fyrir Fræhjöll sem að við höfum undirritað viljayfirlýsingu að taka þátt í undirbúningi hvað var skipulagsmálin að það er í fullum gangi og eigum við fund með fulltrúum þeirra aðila sem að því standa í næstu viku. Þannig að ég hef trú á því að Fræhjöll rísi í Búðardal á næsta ári. Ég er vongóður það og þokkalega bjartsýnn. Nú, sveitarstjórn hélt vinnufund sinn í aðdraganda eða núna í upphafi fjárhagsáætlunarvinnu núna í lok ágúst og við vorum í Hlíð í Hörðudal í góðu atlæti þeirra í Dalahittum og það var rætt eins og áður sagði komandi vinnu við fjárhagsáætlun. Við rættum líka kosti hvað varðar sameiningar sveitarfélaga og eins varðandi áhrif þess ef að til kæmi að verið settur upp hér vindorkugarður, hvaða áhrif það hefði á tekjugrunn Dalabyggðar í heild sinni. Þannig að það er alltaf fróðlegt og gott að setjast niður og fara yfir málin og fá utanaðkomandi raddir til að víkka aðeins út sjóndeildarhring okkar. Þannig að við erum vel nestuð inn í haustið. Nú, síðan er fjármálaráðstefna sveitarfélaga núna í byrjun október, þannig að við fáum enn og meira nesti þar, þau sem að hafa tök á að fara þangað. Nú, fulltrúar Samfylkingarinnar komu, og þar með talið formaður þess flokks, komu í heimsókn í Búðardal þann 4. september síðastliðinn og héldu opinn fund í Vilnasetrinu, óvenjulegu fundartími, það er að segja klukkan 9 á morgni, en samt sem áður bæði ágætis mæting og gott samtal við fulltrúa Samfylkingarinnar og það var áhugavert að heyra og eiga þetta samtal bara í rauninni innviði landsins og hvaða áherslur þau leggja og vonandi fóru þau vel nestuð líka frá okkur sem að höfðum tök á að mæta þennan fund. Þetta var gott samtal. Nú svo heldum við kynningafund vegna nýrrar menntastefnu þennan sama dag í Dalabúð og mæting var þokkalega á þann fund og umræður hreinskiptar og það er von mín og trú að menntastefna samhliða öflugu innræðsstarfi Auðaskóla muni færa okkur fram veginn hér í Dölum. Nú, íbúafundur í tengslu við verkefni Dalaauður verður haldinn í Dalabúð 5. 17. október næstkomandi og bara endilega hvet ég fólk til að setja það í dagatalið þann dag og þann tíma, það er klukkan 17. október og við hér þurfum aðeins að fara að velta fyrir okkur. Nú er rétt rúmt ári að þetta verkefni ljúki í árslok 2025.
Þetta hefur fært okkur ýmis tækifæri og elt að mínu viti andan og elt frumkvæði og gefið mörgum tækifæri til að leggja af stað í ný verkefni, nýja uppbyggingu. Og við í verkefnastjórninni áttum vinnufund í gær og vorum að velta fyrir okkur að hvað svo. Og það alveg möguleika til staðar í samtali og samstarfi við Byggðastofnun mögulegt framhald, þó svo við sem ekki endilega undir hatti brothættra byggða, heldur að við beinum kröftunum í ákveðnar áttir. Og náttúrulega eitt af því sem að þetta verkefni og þetta samstarf við Byggðastofnun hefur gefið okkur bara þessa opnu línu, þetta opna samtal við stofnunina sem svo gríðarlega mikilvæg og hefur komið að fleiri verkefni hér í Dölum á undanförnum misserum heldur en bara þessu verkefni brothættar byggðir. Þannig að ég held að það sé til heilla og hafi verið heillaskref og góð ákvörðun hjá þáverandi sveitarstjórn Dalabyggðar að sækja aðild að þessu verkefni. Þannig að það hefur sýnt sig og sannað. Og síðan var mjög skemmtilegur fundur í seinnipartinn í gær sem að Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi stóðu fyrir, þar sem til umræðu var sóknaráætlun Vesturlands fyrir komandi ár. Mjög líflegt samtal sem að þar átti sér stað þá möguleika sem að Vesturland stendur frammi fyrir á komandi árum. Og meginverkefni okkar sem að vorum á fundunum var að búa til fyrirsagnir og forsíðufréttir á Skessuhorn árið 2035. Ég man ekki nákvæmlega dagsetninguna, en það var árið 2035. Þannig að það voru ýmsar skemmtilegar hugmyndir þar, meðal annars svo að vegir á Vesturlandi væru framúrskarandi. Það var ein fyrirsögnin, þannig að og svo margt skemmtilegt annað. Þannig að fundarmenn voru bara jákvæðir og sáu fram á bjarta tíma. Nú síðan vil ég segja frá því að núna næstu dögum eða vikum fer af stað aðgerð varðandi umferðaröryggi hér í gegnum Búðardal, þar að segja breikkun á götunni við Vesturbrautinni á móts við gatnamót að Sunnubraut, sett upp gangbraut og tvískipting þar og eins verða settur upp ljósastöðvar hér upp að Hesthúsahverfi, þannig að raflýsingin verður nær lengra út úr þorpunni hér á sunnanverðu heldur en verið hefur og ég held að þetta sé hvort tveggja til mikilla bóta. Það voru uppi áformum aðeins frekari og meiri aðgerðir á þessu ári af hálfu Vegagerðarinnar eftir samtöl við okkur, en það næst því miður ekki, en okkur lofað því að það komist inn á framkvæmdafé og áætlun næsta árs. Þannig að við þurfum að fylgja því eftir. Nú svo rétt að segja frá því að við Dalamenn eignuðust Íslandsmeistara fyrir ekki löngu síðan, það er að segja Íslandsmeistara í hrútadómum, Bjarni á Leðurstöðum, hampaði bikar á þeirri hátíð á Sævangi, þannig að það er rétt að óska Bjarni til hamingju og mér finnst það mjög viðeigandi að Dalamenn eigi Íslandsmeistara í þessu fagi og við þurfum að halda þessum titli í héraði ókomna tíð. Og svo eru haustverkin í fullum gangi núna og óska ég þeim sem eru í ati, bæði í fjárræði og aðra sem eru náttúrulega bara í önnum, góðs gengis í þeim. Og að lokum þá langar mig að vekja athygli á þessu verkefni sem, óþekktur aðili, óþekktur aðgerðarsinni hefur staðið fyrir hér allavega í Búðardal, að setja svona hlýjar kveðjur við mörg hús og þar á meðal hér fyrir utan stjórnsýsluhúsið, þar sem stendur brostu framan í heiminn, þá brosir heimurinn framan í þig og ég held að við ættum að reyna að tileinka okkur það sem flest, þó að stundum sé mótundur og þá er oft hægt að hafa ansi, það léttir lundin að brosa og hafa gaman, ekki meira sinni. Takk hérlega fyrir þetta, Bjarki. Hvað sem vilja taka til máls? Þá þurfum við bara að ræða næsta fund. Næsti fundur ætti að vera 10. október en þann sama dag er fjármálaráðstefna sveitarfélaga og hópur af sveitarstjórnarfulltrúum ásamt starfsfólki Dalabyggðar verður upptekinn á þeirri ráðstefnu. Þannig að ég legg til að næsti fundur sveitarstjórnar verði 5. 17. október klukkan 3. Það er að segja klukkutíma fyrir meðan og viku seinna. Hversu vel ræða þá tillögu? Þeir sem samþykkir gefið merki og það er samþykkt. Ég slít þá fundi í dag. Takk fyrir.